Grunnhugmynd þroskaþjálfafræðinnar að hver manneskja sé einstök og eigi rétt á fullri þátttöku í samfélaginu til móts við aðra samfélagsþegna. Þroskaþjálfafræðin þess eðlis að henni í rauninni ekkert mannlegt óviðkomandi, mjög fjölbreytt og alls konar og lítur að málefnum fólks á öllum aldri. Svona lykilhugtök í þroskaþjálfafræði, það væri það þáttaka, að mannréttindi, valdefling og sjálfræði og virðing og þroskaþjálfafræðin svona dálítið að einmitt skoða þessi hugtök og skoða þeirra fræðilega bakgrunn og færni sem þau eru búið yfir til þess að vinna einmitt með þessi hugtök, valdeflingu til dæmis. Hvað getum við gert til þess að valdefla fólk? Hvað getum við gert til þess að fólk getur iðkað sjálfræði sitt, til þess að geta tjá vilja sinn? Námið mjög þroskandi og skemmtilegt. Það mjög skemmtilega uppbyggð, mjög fjölbreytt og maður kynnist mjög mikið af fólki bara frá degi númer 1. Nemendur hittast mjög oft saman eftir tíma til að læra, spjalla saman, gera einhver skemmtilega hluti. Félagslífið í þessu námi mjög fjölbreytt. Ég valdi nám í þroskaþjálfafræði vegna þess að ég var búin að starfa í 11 ár á íbúðakjarna. Fannst ég vera svolítið stöðnuð í starfi. Ég þurfti að klára háskólanám til þess að geta vaxið í starfi. Kennararnir eru mjög færir, þeir búa yfir hafsjóaþekkingu. Það sem að það eru fatlaðir fræðimenn líka að kenna sem að mér finnst mjög mikilvægt. Það sem kom mér óvart í námi var að við erum ekki eingöngu í bóklegum námskeiðum. Við förum í vettvangsnám. Við förum sem sagt að vinnum eftir leiðsögn þroskaþjálfa og setjum okkur svolítið í spor þroskaþjálfa á vettvangi. Það besta við námi að maður getur starfað bara hvar sem á vettvangi eftir útskrift. Ég gerði svona eiginlega rannsókn í lokaverkefninu mínu í þroskaþjálfunum þar sem að ég var að kanna stöðu fólks með einhverfurófsraskanir á almennum vinnumarkaði og kannaði svona þann stuðning sem í boði. Svona helstu niðurstöður voru rauninni þær að það mjög óskýr stefna í rauninni bara af hálfu stjórnvalda á Íslandi stuðning við fólk bæði með einhverfurófsraskanir og með aðrar þroskaskerðingar bara út í atvinnulífinu almennt. Við erum kannski svona dálítið getum orðið mögulega svona líkil manneskjur í lífi fólks, einhverjum tímapunkti, þar sem við erum alltaf að vinna að því að afhenda fólki líkil eins og fyrir rest. Þannig að við erum að aðstoða fólk við að lifa sínu lífi, setja sér markmið, ná sínum markmiðum, taka ákvarðanir. Þroskaþjálfafræði, þetta fræðin sem hefur það viðfangsefni að gera samfélag fyrir alla að veruleika.